það hafa verið svona ákveðnar breytingar í pólitíska landslæginu, gætu sagt bara eftir COVID kannski, og kannski þá mátti sjá svona, það eru breytingar á fylgi með stjórnmálaflokkunum og fylgi við ríkisstjórnarflokkana, en svo náttúrulega í haust að þá rís upp fylgi samfylkingarna, það var reynda byrjað að rísa upp svona mitt sumar, en síðan eftir landsfundin þegar það skipt var fórustu að þá skaust samfylkinu upp og hún hefur mælst starri en sjálfstæðisflokkurinn í bara nokkrum konunum, núna síðast á maskínu, sem að gerist nú ekki á hverjum degi á Íslandi. Til að ræða þessar sveiflur og kannski svona stöðuna á flokkonum og stjórnvöldum hingað komin hún Eva H. Önnudóttir, hún prófessor í stjórnmálafræði og eina af þeim sem tekur þátt í kosningarannsóknum, sem orðið svona góður bunki, þetta merkileg rannsókn sem heldur áfram. Já, þetta bara establishment í íslenskum rannsóknum. Herðu, þessar breytingar, ef að byrja á samfylkingunni sem að rís svona upp. Já, hún alltaf skýst svona upp núna einmitt eins og þú sagði með haustinu eða eftir haustið og einmitt eftir að hafa breytt fórustu en líka eftir að flokkurinn raunum breytti fókus eða áherslur. Já, að Kristrún breytt áherslur. Já, væntanlega hefur hún gert það vonandi í samráði við sína kollega. Það sem að þau hverfa frá ESB og leggja minna á stjórnarskrána og eins og þau segja sjálf að þau vilja fara í kjarnan á sósíaldemókratisma á ný. Sko. Berjast fyrir því sem fólk vill. Já. Húsnæðismálum, heilbrigðismálum, eitthvað sem að bara almenningur þarf að fá úrlausnir á. Já, sem að, eitthvað sem að klárlega skipti máli og kannski sveigja frá svona identity stjórnmálu kannski líka, eða? Já, ég veit ekki hvað Ég veit ekki hvað það er. Það getur verið eitthvað svona eitthvað staðar flótta fólk yfir í transfólk sem að svona maður sér Kristrún ekki tjá sig mikið á þessu svæði. Já, þú ert að tala svona málefni sem eru ekki svona vinstri hægri málefni. Já, svona Logi og Helga Vala hafa verið í þinginu þarna á þessu svæði. Já, og eitthvað sem að maður myndi kannski Píratarnir. Já, Píratarnir mjög mikið. Eitthvað sem að maður gæti mögulega að kalla eitthvað svona frjálslindi versus stjórnlindi, það er alltaf pingu trikki að setja merkimiða á þetta. En ég meina þau mál eru náttúrulega klárlega mikilvæg en það er alveg örugglega mikið til í að samfylkingin hafa kannski svolítið horfið frá því en allavega hún greinilega allavega eins og hennar málflutningur að fara í það sem hún kallar kjarnan á sósíaldemókratu demokratíunni. Heldur að þessi að það lyftist í könnunum síðan svona svar almennings við þessu að þetta sem almenningu vill heyra? Því ég held að sé örugglega margar skýringar án þess að hafa skoðað neitt sérstaklega þeir sem áttu að segjast núna alltaf kjósa samfylkinguna hvað er kusu síðast að þá finnst mér mjög líklegt að þeir sé að taka fylgi frá óánægju fylgi frá Vinstri grænum og kannski meðal annars vegna þess að þau eru farin að leggja þessa auknu áherslu á það sem maður kalla hjarta í vinstri stefnunni eða hjá sósíaldemókrötum sem fór kannski minna fyrir áður og það er náttúrulega stór hópur kjósenda eða vinstri sinnar kjósenda sem hafa kannski kosið VG gegnum tíðina sem hafa verið svolítið heimilislaus kannski síðan VG tók þátt í þessari ríkisstjórn. Þannig að mig grunar að stór hluti af þessu sé raunar að það fylgi þá að fara núna í könnunum á samfylkinguna. Sem að voru á flakk bara strax 2017. Í leitað nýju heimili? Já, akkurat. Og Staldraði kannski við á Framsókn, ekki bara best að kjósa Framsókn? Ég nefnilega, við sáum það nú í íslensku kosningarannsóknum 2021 sem við verum að vinna í að ganga frá gögnunum að VG virtist tapa mest til Framsóknarflokksins, ekki til samfylkingar eða annara flokka. Áður hefur VG tapað til Pírata en já, það sjáum við sjáum ýmis merki það. Já, þegar maður ber saman kannanir og frá því sumar og svo með haustinu og reynir að sjá hvaða flokkar er að þá tapa fylgi frá því áður en að samfylgi byrja að rísa. Að þá er það náttúrulega Framsókn og VG í ríkisstjórninni, hinir flokkarnir í ríkisstjórninni og svo náttúrulega svona flokkarnir sem hafa verið með samfylgingunni á þinginu, Píratar og Viðreisn sem að
eru svona, það er eins og fylgisaukning samfylgingana setja svona svolítið loka á möguleika þeirra á að geta vaxið. Já, ég meina klárlega, þessi kaka stækkar ekkert. Það er hérna, þeir eru án efa einmitt að kroppa fylgja á ýmsum stöðum og ef maður staðsetur samfylkinguna á svona vinstri hægri, þá kannski svona vinstra megin við miðju, Viðreisn er svona hægra megin við miðju, Píratarnir eru þarna á svipuðum slóðum, þannig að það er ekkit ólíklegt að þeir kroppi í fylgi af öllum þeim flokk. En nú er breytt forysta, hún er oft svona, það verður eitthvað svona nýi kallinn og fólk sem er í miklu vandræðum verður alltaf svo vongott að það horfir til nýra forystu. Það er ekki bara best að kjósa Kristrúnu. Hvað heldur að það skiptir máli, svona nýtt festandlit og náttúrulega kemur einstaklega vel fyrir, þess að allir saman það í öllum viðtölum og hvort sem hún er að spila á harmoniku hjá Gísla Marteini eða hífast við Bjarna Ben í Sprengisandi, þá heldur að það skiptir máli? Sko, það er algjörlega deildar meiningar hversu miklu máli leiðtoginn skipti fyrir fylgi í kosningum og en það er ekki þar með sagt, sko, þó svo leiðtoginn kannski drægi ekki einn og sér mikið til sín fylgi, þá er ekki þar með sagt að leiðtoginn skipti ekki máli. Það sem og þetta er algjörlega deilda meiningar þetta í stjórnmálafræðinni. Það er tala aukna áherslu á personur og persónu þá leiðtogana og hver viðkomandi er og hvernig viðkomandi er og kemur fyrir og það eru kannski áhrif frá bandarískum stjórnmálum og mögulega breskum, en það er náttúrulega líka oft verið að kjósa forystu, og líka verið að kjósa það er vita, þú veist, ef þú kýst til dæmis í Bretlandi í Íhaldsflokkinn, þá ertu að kjósa leiðtogaflokksins sem forsætisráðherra. Punkturinn sem ég ætla að koma að er að í kosningakerfum eins og við erum með í Íslandi sem við erum með flokkakjör, við erum með marga flokka, að þá er mjög margt sem bendir til þess að það eru málefnin og það eru stefnan og hvað flokkarnir standa fyrir sem að skipta höfumáli þegar kemur að hvað fólk kýs. Þannig að fólk kýs eftir lífsafstöðu sinni og stjórnmálaskoðun. Já, en eins og segi, það eru deilda meiningar. En við getum alveg stilt þessu upp þannig að til dæmis Katrín Jakobsdóttir, formaður VG, er búin að vera mjög vinsæl mjög lengi, en hún er ekki að ná að toga það fylgi inn í flokkinn sinn. Og hvað merkir það að vinsældir hennar séu ekki séu ekki pólitískar, heldur bara kann fólk vel við hann og finnst hún skemmtileg og snjöll, en er bara ekki trefin að hennar pólitík og kýst þar henni bara eitthvað allt annað. Já. Þó að það líki vel við hana. Já. En það sem er samt svo áhugavert með, og þá er ég raun og veru að segja gegn því sem ég var að segja rétt á hann, nú kom ný forysta hann hjá Kristrúnu, hjá samfylkingunni, og ef maður horfir bara kannanir, þá held ég að segja ekkert að það líta fram hjá því að þessi nýju og ferski andblær er að afla flokknum fylgis í könnunum núna. Já. En það má ekki gleyma því að hann er líka breytum stefnu. Já. Þannig að það hefur náttúrulega verið áhugavert að vera með svona tilraun þar sem hefur verið með samfylkinguna, Kristrún verið formaður og flokkurinn breytir ekkert stefnu. Hvað hefði þá gerst? Og svo var það líka að það má sjá að það var svona lifting á fylginu frá svona miðju sumri allavega. Já. Og það er náttúrulega ef þú gerir einhverja breytingar, þá er betra að gera breytingar í uppstreymi. Því að það getur hjálpa uppstreyminu. Það er alveg sama eða út á niðurleið, þá er alveg sama hverju þú breytir, það er mjög sjaldan sem hún nær að snúa ykkur við. Það er ekki nú flokka sem er að skipta forystu í panik. Já, akkurat. Herðu, þannig að svo gerist það stundum að flokka liftast upp tíma og er oft ekki dæmi af Pírötum sem að liftast upp í 35-36% og voru náttúrulega með það fylgi bara í rúmt ár. Já. Það er oft talað það eins og það hefur verið einhvern tíma meldist mann í kvennalisti fór upp í 30 en það var bara í svona einni könnun sem oft gerist, það bara slær til eitthvað í einni könnun, en Píratarnir voru þarna náttúrulega fóstruðu þetta, hvað ég var að segja, svona óánægju fylgi mjög lengi. Getur verið að ég heyrði varaformannin segja í Silfrinu, Guðmund Árna, að þeir var ekki að laða til sín óánægju fylgi, þeir vildu fá ánægju fylgi. Já, það er náttúrulega ánefa sko hans óskastaða en það er sko einmitt með þegar fylgi Pírata rauksnu upp þá einmitt, ég held að hafa ekki bara verið óánægjufylgi, heldur líka
að þeir sem voru fulltrúar Pírata á þingi á þessum tíma þóttu bara standa sem okkur vel. En það var 30 manna þingflokkurinn. Já, og það var eitthvað svona meðbyr með þeim, en það náttúrulega, þetta sýnir líka að það eitt að mæla sko hátt í könnunum á miðju kjörtímabili og svo hvað þú færði í kosningunum. Og maður sér líka ofta fylgiflokka eykst í kringum landsþingin, að þá svolítið mikið verið að fjallum flokkin. Það gerist á samfylkingunum, ekki á Sjálfstæðisflokknum? Já. Það gerist ekki á Sjálfstæðisflokknum? Ekki núna, nei. Og kannski landsið það hefur gerst eða hvað? Sjálfstæðisflokkun náttúrulega búin að vera svolítið fastur í þessu 25% fylgi pluss mínus eitthvað. Já. Hefur rokkað þannig á milli. En þetta með þessar fylgiskannanir á milli kosninga og ég held að flesti sem eru í stjórnmálum gera sér fyllilega grein fyrir því að þær sína ekkert endilega raunsanna mynd af úrslitum kosninga og sérstaklega ekki þegar það verða svona eitthvað mikla breytingar upp eða niður. Og Þú vilt sjá til svona hvernig það verður í vor. Já, bara þegar kemur á kosningu. Sko, En eitt gæti verið, og það er nú þekkt eða ekki, að fólk getur verið svona óanægt með stjórnvöld. En það kannski raskar ekkert mikið fylginu. Stjórnvöld sem að njóta ekkert íkja mikil traust geta ég fyrir unni kosningar. Ef að valkosturinn ekki nógu skýr, getur verið að svona með Kristrúnu og svona sem breyttu áherslu sem þú ert að nefna, að þarna sé komin í stjórnarandstöðun einhvern veginn álitlegri valkostur heldur en var þegar Samfylkingin var lítil og Píratarnir og Viðreisn og þetta er náttúrulega mjög þekkt að stjórnarandstaðan þessar ríkisstjórn er tvístruð og ólík. Þetta er með Sigmund Davíð og Ingu Sæland og með allt litur úr stjórnmáluna. Já, það er bara mjög áhört að velta þessari spurningu fyrir sér, hvort að Kristrún gæti mögulega orðið sá leiðtogi sem að svolítið sameina stjórnarandstöðuna, jafnvel þó svo ég sjá hún ekki fyrir mig sameina alla flokkana í stjórnarandstöðuna endilega. En sér svona raunvölu kostur við þá að því það er náttúrulega erfitt að vera í stjórnarandstöðu á móti ráðherranum sem að fara með valdið og er alltaf að birtast í fréttum eða hitt en með náttúrulega bara gagnrýnandi í stjórnarandstöðunni að með þessum breytingum hafi náð að verða svona eins og valkostur við það að geta verið forsætisráður eða fjármálaráður eða... Já, ég skal ekki segja sko, það er þegar maður sér á sama tíma þá er að fjara svolítið undan ríkisstjórninu og svolítið hratt í haust. Já, akkurat og sko varðandi áður en að ég tala eða fyrir í ríkisstjórnina en varðandi þess fórustu samfélkingarinnar að þá verður svolítið áhvert að sjá hvernig í raun og veru Kristrúnu og hennar kollegum gengur þegar hún er komin aftur til starfa því hún er sérstaklega búin að vera í fæðingarorlofi. Þannig að það á bara svolítið eftir að ný fórustu samfélkingarna á bara svolítið eftir að sýna hvað hún stendur fyrir með hana sem leiðtóg, af því við erum ekki ennþá búin að sjá það. En svo varandi og líka bara hvernig tekst að halda flokknum saman, það er náttúrulega þetta er flokkuð með marga álmur og mörg herbyrgi. Já. Það getur reynst erfitt. Já, en þá held ég að það sé nú svona ákveðin gulrót, eða það er að segja ef að flokknum gengur vel í könnunum og er með meðbyr, að þá er það svona hvatning fyrir að flokkunum bara heldur sér saman. Það er ekkert verið að rugga þeim bát. Nei, það er stundu og það er ekki það að fólk siti eitthvað heima hjá sér og hugsa, nú gengur okkur svo vel, þannig að ég ætla ekki að vera með einn uppstætt, heldur bara, þetta svona, gæti gæst bara svolítið svona ómeðvita, það getur orðað þannig. Já, og fólk, það er ekkert sem að sigrar góðan árangur og fólk fylgir sér á baku þann ef hann gerist. Já. Herðu, en ríkisstjórnin, það er að svona fjara undan henni og þetta er kannski eitthvað svona rannsóknarefni verandi áhrif á COVID og svona hvernig þessi ríkisstjórn, hvort þetta sé að þegar COVID fer að þá dungjum að því hún var einhverjum hátt eða hefur eitthvað gerst eftir COVID sem að veldur því að bara almenningur er síður spenntur fyrir þessi ríkisstjórn. Ég held að stuðningur með ríkisstjórnina í COVID var út af COVID og að því það er náttúrulega bara að skoða þetta sögulega að þá byrja ríkisstjórnir oft með frekar háan stuðning eða allan yfir helmingur sem að styður ríkisstjórnina og svo yfirleitt dalar það eftir því sem að líður á kjörtímabilið. Það gerist ekki
með ríkisstjórn Katrínar frá 2017-2021 og maður sér reyndar rétt fyrir COVID þá var það að byrja að dala og svo bara raukuð upp aftur og það er bara vegna þess að stjórnmálin voru bara tekið sambandi á meðan COVID var í gangi og stjórnvöld byrtust þannig að þau ætluðu að bjarga okkur og hjálpa okkur Já, og þau náttúrulega settu sig svolítið bara þau settu sérfræðingana í framsæti og þau stýrðu þessu og þannig að það bara klárlega, stuðningurinn í COVID, þessi miklu stuðningur var ríkisstjórnina var út af COVID og svo sér maður núna bara, þetta orðið svona bara eins og venjulega, hann maður getur orðað þannig að stuðningurum minnkar, en svo hefur náttúrulega verið sem ekkert skrítið með að við hvað þetta eru ólíki flokkar í ríkisstjórninni, þá hafa náttúrulega verið bara erfið mál, þar sem að flokkarnir eru á öndverðum meiði eða sitt hvorum endanum og alls konar mál, rafbyssur innflytjendur og bankasalan og eitthvað fleira sem ég man ekki eftir í augnablikinu átökin á vinnumarkaði reynir svolítið á ríkisstjórnina hún svara eða þú veist hún er einhvern veginn spilar skringilega leik, hún er hálfgerðum felum gagnvart málunni. Já, akkurat og þar verður náttúrulega hvað sem að ríkisstjórnin gerir en það náttúrulega reynir mikið á forsætisráðherra. Maður hefur séð í raun og veru, maður hefur séð þess að fulltrúa sjálfstæðisflokksins tjá sig þessi átök og svona þeim finnist að það eigi nú að vera friður og fólk að semja og það er kannski svolítið skilaboðin. En maður sér svolítið ólíkan málflutning frá Vinstri grænu þar sem að þau bara halda sig svolítið til hlés og þetta getur, ég mynda mér þetta sé bara mjög erfið staða fyrir þau. Það sem er kannski merkilt núna, ég náttúrulega man ekki svo sem alla kannanir, en oft er það þannig að þegar ríkisstjórnin svona byrjuð að dala og þess að fara að nálgast 40%, nú er það eitthvað, ég man ekki hvað, svona 44-45, en sameiginlegt fylgi flokkan er lægra. Það er ekki alltaf sem það er. Þannig að það er eins og það sé meira álag á fylgi flokkana heldur en trausti ríkisstjórnarinnar sem heldur. Já. Það er ekki gott fyrir flokkana. Því það getur ágætt að vera flokkur í sterkri stöðu en það er bara eitthvað að ríkisstjórnin er ekki að fungera þá áttu svona það er svo eins og frekar að svona traustið á flokkonum sé að draga ríkisstjórnina niður eða ég er parinn að geta mér ómikið til svona fyrir ykkur fræðafólkið? Ég veit það ekki, ég ég bara þetta sem að þú ert að segja náttúrulega að það er samanlagt fylgi flokkana er minna heldur en stuðningunum ríkisstjórnina. Ég hef ekkert skoðað þetta. Það er mikið Já, ég hef ekkert skoðað hvernig þetta hefur verið gegnum tíðina. Mér minnir að það hefur yfirleitt verið öfugt Já, ok. En þetta er náttúrulega bara að segja manni það að það er mjög ólíklegt að óbreyttu að þessi ríkisstjórn haldi áfram því hún heldur ekki velli, allavega ekki nema að það komi einhverju fleiri flokkar inn. Hún reddaði sér síðast. En það var einhvern veginn líka bara þá voru þau náttúrulega ennþá svolítið að sigla á þessari ánægju með hvernig hún stóð sig varðandi faraldurinn og þau eru ákveð kosningabarnum líka þannig að þau vildu stöðuleika og halda áfram ríkisstjórnarsamstarfi. Og lýstu svolítið að hinnkosturinn væri sundruð stjórnarandstaða og óáleitlegu kostur. Herðu, en það eru þarna sjálfstæðisflokkurinn hann heldur landsfund og bara átti fjölmiðlana í viku en hann er ekki að lyfta sér eftir þetta að draga ályktina af því? Ég held að með sjálfstæðisflokkina þá alveg bursið frá þessum landsfundi ég meina í þessum könnunum er hann núna mælist í kringum 20%. Ég tala hann sem 25% flokka því hann hefur verið að rokka frá 20 upp í 29 bara á síðustu frá efnaðarsunnu og frá dómi EFTA-dómstólsins hann var búin að lyfta sér upp rétt fyrir kosningarnar 2013 í könnunum en svo kom EFTA-dómurinn og Sigmundur Davíð bara tók af honum bara 10% hann tók þessa aukningu en síðan hefur hann bara legið eins og þú þetta segja hann er bara á góðum degi í 29 ég man ekki eftir því hann að fara yfir 30 Ekki í kosningum. Nei, ekki í könnunum heldur. Nei. En hann bara, ég held að þetta sé bara svolítið hans raunveruleiki hann er með þetta í raun og veru heldur
sko eitt af það sem að gæti verið að gerast og við sjáum svona ýmismerkjum að hann heldur bara fast í sitt kjarnafylgi sem að yfirgaf hann ekki í kosningum 2009 eftir hrunið og og það þýðir sérst að hann er ekki að taka neitt rosalega mikið af öðrum flokkum og heldur virðist bara vera svona nokkuð stöðut kjarnafylgi eins og maður kallar það slæmifréttirnar ef þetta heldur svona áfram að þá eru slæmifréttirnar fyrir Sjálfstæðisflokkinn þær að þetta kjarnafylgi verður alltaf eldra þannig að og þið sjáu það í ykkar rannsóknum já, við höfum séð þetta og þetta var eitthvað sem við sáum fyrst 2009 og auðvitað hefur þetta eitthvað breyst á milli ára en þetta er ekkit orði eins og það var áður og þannig að þeir eru eitthvað neginn bara að halda svolítið fast í sína sem er auðvitað flokkum þykir væntum en þeir vilja kannski gjarnan fá líka eitthvað endurnýjun og eitthvað Það var náttúrulega reynt það með svona ákveðni endurnýjun á fórustunni og yngri konur komið inn í hana á þessu tímabili sem þú ert að lesa þá hefur það verið reynt en þið sjáu ekki að það sé að skila ykkur strax ef það mun skila ykkur Nei, það sem við sjáum að við berum bara saman alla flokkana sem að hafa náðu ykkur verulegu fylgi að þá sjáum við að það er minnst hreyfing á fylginu hjá Sjálfstæðisflokknum Hinni flokkarnir eru svona, hvað sem bæði náttúrulega að missa kjósendur og líka að fá nýja kjósendur. Þetta er náttúrulega svolítið spennandi rannsóknarefni örugglega vegna þess að traust Íslendinga gagnvart Alþingi og bara stjórnmálakerfinu er ekki mikið. Þannig að kannski eru kjósendur meira og minna alltaf að bara kjósa illskasta kostin. Það er ekki eins og, allavega þegar maður tala við fólk, það er ekki eins og það sé að lýsa því eins og stjórnmála umhverfið sé eins og það vil helst hafa það, sko. Nei, já. En það var bara spurning, sko, hvernig að myndi vilja hafa það? Það er ekki á kjörselum, það er ekki box annað. Já. En þú kannast við þetta og við sjáum þetta í könnunum, það er minna traust á Alþingi hér heldur en víðast annars þar. Já. Og var að falla núna í nýjastu könnunni. Já, akkurat. Það náttúrulega hrundi eftir efnaðarsunni 2008 og svo var það var svona, ég held að hafa verið 2021 að þá var það svona því eins og það var fyrir 36. Já, og svo bara núna gerist eitthvað og Var það ekki COVID sem lyftið upp? Það getur verið, sko, að það hafi bústað inn í trausti líka en mér minnir nú samt að það hafi haldist sko áfram hátt svona eftir að COVID allan að var að renna sitt skeið en svo bara hrynur það núna aftur eða dettur og pompar og og það er bara þá fer maður alltaf að giska hvað það er og það getur náttúrulega verið þessi átakamál sem hafa verið í gangi Íslandsbankasalan og og fleira en það er einhvern veginn svona hvernig kjósendur hugsa þetta, þá getur maður svona bara gert svo svolítið í hugulund ef maður orðað þannig að því þú talar að stundum eru kjósendur að kjósa skásta kostin og það er örugglega bara eins og svo margt annað, bara mjög misjafnt eftir kjósendum, kannski eru sumir þannig bara hérna er bara flokkur sem er fullkominn og ég er rosa ána með hann og ég fer og kýsa hann og meðan aðrir eru kannski bara svolítið að leita að þeim sem að þeir eru annarkvort minnst ósammála eða mest sammála eru kannski ekkit ánægð með allt í pakkanum en finnst þetta samt sem að vera eitthvað svona grunnstefna sem að þeir eru tilbúin til þess að styðja eða gefa tækifæri og kjósendur sem að segja sko ég pröfaði þessa og þeir sviku mig og ég pröfaði þessa og þeir sviku mig og ég pröfaði það sem eru kjósendur tala eins og sko margbrendir og sárir finnst þér bara að upplifa að vera sviknir af stjórnmálunum. Já. Og það er kannski sko ákveðin dilemma sem við stöndum frammi fyrir vegna þess að út af fjölgun flokka að auðvitað er það þannig að þegar flokkar fara saman í meiri hlutasamstarf að þá þarf að gera málumilnar og ég veit þetta hljóma svolítið svona klysja en það er þannig, það þarf að gera málumilnar og núna erum við með fleiri flokkar sem að geta komið að borðinu og við stöndum svolítið frammi fyrir því að annarkvort að fara í minnsta mögulega meiri hluta eins og var gert núna með Samfylkingu, Framsókn og Sjálfstæðisflokk og þá með ólíkum flokkum
eða að vera með, ef við viljum halda áfram að vera með meirihluta ríkisstjórnir og það séu fleiri flokkar sem að í ríkisstjórn sem eru samt kannski aðeins nær hvora öðrum á málefnum og þurfa þá kannski þarlegandi að teygja sig styttra til þess að gera málefninar. Og var ekki svo kvartið við þessu meðal annars stjórnmálafólk að geta ekki búið til almennilegar hægri stjórnir eða almennilegar vinstri stjórnir eða almennilegar miðjustjórnir. Já, en þetta bara raunveruleikin og og þegar ég tala sko að þetta sé dilemma sem að við stöndum frammi fyrir með fjölgun flokka, við erum með fjölgun flokka að því að samfélagið er orðið margbrotnara og það er stuðningur við fleiri heldur 4 flokka og fólk vill að þessi flokkar hafi rödd en á sama tíma þýðir það að ef við ætlum að halda áfram með þessar meirihluta ríkisstjórnir að þá þarf að annarkvort að vera með fleiri flokkar í ríkisstjórn eða fækka flokkum, Bjarni Benediktsson vill það. Hann vill fækka flokkum og maður heyrði það alveg á stjórnmálafólki að það er stundur svolítið svona við vilja gamlu tíman aftur það sem var bara 4+1 á þingi 4 flokkar plus 1 líði þannig að en kosturinn alltaf eins og ég segi er við að hafa svona marga flokka að þá er meir líkur að fólk finni eitthvað flokk sem að þeir eru sammála og sattur við. Og þetta er líkt kerfi og er á Norðurlöndunum. Sára lítill, það er eiginlega harðara gagvart litlu flokkunum hér en það þar. Já, við erum bara aðeins eftir á í þróinu, komum að setna inn sko. Herðu, þú sagðir að kjósendur kjósi yfirleitt svona eftir sínum stjórnmálaskoðunum. Og þá var nákvæmlega að spyrja ef þið hljótið að vera ansakað fólki sem að fór frá samfylkingunni frá 2009 og þá til það var komið alveg niður í 5,7% 2016. Hvaða er þetta greinað? Þú varst að tala svolítið sjálfstæðisflokkinu og samsetningunni honum, er þetta greinað hvers konar fólk fór og hverju voru eftir? Svona út frá einhverjum svona einkennum öðrum heldur hvaða flokk það fór að kjósa eða? Já, svona eftir stjettum og aldri og og hvert þið fóru kannski? Er þið með það? Sko varandi fylgiflokkana og stjettir að þá er ég ekki algjörlega með það á hreinu í raun og hvernig það lýsir sér í úrslitum kosninga en það sem við sjáum er að það hefur orðin aukin aðgreining á milli þeirra sem að minnst hafa og mest hafa líka eftir félagslegur og efnarslega stöðu og þar inni er menntun og tekjur og fleira í þeim dúr. Altså hvernig fólk kýs þá eftir því? Hvort það þú sett? Sko, eftir því fyrir að tefsa að þessi aðgreiningin er að það sem ég er að segja er að það hefur bara orðið aukin stjættskipting í samfélaginu. Við sjáum það í gögnunum og en ég hef ekki skoðað nákvæmlega þetta sjálf í gögnunum með hvað fólk kýs en ég treysti mér samt alveg til þess að vera með þær tilgátur eða allavega við getum rætt að þessir sem kannski líður eins og þeir hafa orðið svolítið eftir í samfélaginu eru í veikri félagslegri og efnahagslegri stöðu að þeir eru kannski líklegir til þess að kjósa nýja flokka sem eru að leggja áherslu á þeirra mál. Það er alltaf fólki sem upplifir sér sviknast af stjórnmálakerfinu því að það er staðar að segja það að þau eru svikin. Já, og þá erum við að tala Pírata og við erum að líka að tala flokkfólk sem hafi ræktast upp út af því að samfylkingin misti frá sér þessa hópa. Já, hvort sem það var samfylkingin eða einhverja aðri flokkar. Já. Og Píratarnir og samfylkingin, Píratar og flokkur fólksins vaksa upp svona, við gætum kalla svona á kjósenda lendum samfylkingarinn, það sem samfylkingin dreymdum að geta orðið. Já, eða vinstri greinum, það má ekki glemma þeim. Nei, þeir voru náttúrulega minni flokkurinn, þó svo að róttakari flokkurinn hafi yfirleitt verið stærri heldur en kratarnir. Alþýðubandalagið var yfirleitt alltaf stærra heldur en alþýðuflokkurinn. Já, akkurat. Þannig að maður var upplifið svolítið svona því að VG byrjaði svo lítið þá gleymir maður svo oft að það er kannski í íslensku sögu þá er eiginlega eðlilegur að VG sé starra heldur samfélging ef þú segir að það séu arftakar alþýðubandalags akkurat, sem að kannski maður á ekki að gera, ég veit ekki. Jú, ég veit það.
En eitt af því sem kannski áhugaður punktur í þessu samhengi að sem hefur ekki með Samfylkingun að gera, heldur með VG, að þegar Píratar koma inn 2013, að þá sáum við í íslensku kosningaransókninni að VG og Píratar voru að býtast fylgi. Og fólk var að íhuga þessar tvo flokka, það var svolítið trend og munurinn á þeim sem að kausu síðan Pírata í staðan fyrir VG, að það var fólki sem að trúði því að það væri miklu meiri spilling. Þannig að það er að segja, og þetta bendir þá til þess að þeir sem að kausu VG 2013 og hættu við að kjósa Pírata, ef við stillum þannig upp að þau að vera svona að við hefum að meta þessa tvo kosti, að þeir sem kausu VG, það voru það þeir sem trúðu þá ennþá að kerfið væri í lagi, ef maður getur orðað þannig. En þeir sem kausu þá Píratana, það var bara óréttlæti inn í kerfinu og það var að laga það. En ég meina Píratarnir trúðu að kerfið væri gerspilt. Já. Og en þetta hefur þá verið róttækustu flokkarnir sem voru í valkostinir 2013. Á þeim tíma, já. Þeir eru ekki með mælikvarða það, svona þeir sem að vilja breytingar í samfélaginu og þeir sem vilja alls ekki breytingar og þeir sem að vilja bara temmilega litla breytingar. Þetta bara svona íhalsásinn, maður er svona sjaldan séð hann eiginlega notaðan. Já, nei, akkurat. Nei. Fólk er náttúrulega ólíkt á því, sem eru til í breytingar, það eru bara vilja ekki breytingar, það eru vera hræddur við breytingar. Já, algjörlega. Það eru hræddur við stöðuleikan. Já, algjörlega. Þannig að stöðuleikin hefur náttúrulega verið seldur í íslensku kjósendum bara aftur og aftur, eins og að íslenski kjósendur séu raunverulega mjög íhalsamir og vilja stjórnvöld bjargi sér frá of miklum breytingum. Já, og það má ég myndi alveg stilla því upp þannig að breytingar geta verið erfiðar. Og svo hinn pólinn en við þurfum að breyta því að við þurfum að laga eitthvað. Þannig að þessi málflutningur með stöðuleika, að ég skil alveg okkur hann virkar, og sérstaklega ef allt gengur vel. Ef hlutirnir ganga vel, allir hafa svona þokkalega gott, að þá vil kannski fólk ekkert vera mikið á ruggabátnum. Allavega ekki svona meginstraumurinn. En svo kemur hinn punkturinn eða andstæðupóllinn að það sé bara einhver stöðnun í gangi og við þurfum að breyta og gera betur. Það virkar þetta síður. Já, og það er svo kosningaslagar því að við aldrei haft það betra. Það virkar vel ef það er almennu tilfinning fólks, en það virkar afleiðlega ef fólk upplifir að það hefði ekkert betra. Já, algjörlega. Það getur að snúist í andrum fólki. Þú nefndir Flokk fólksins, hvaðan hann svona gæti komið. Kannski freka frá Samfylkingunni heldur en VG, menn einhvers þar á þessu svæði. Þannig að þetta kjósendur eru þá kannski félagshyggju megin í lífinu, á meðan að flokkurinn er ekki það endilega, hann er svona stundum á hann til svona hægri svona strík í ýmsum málum. Já. En það sem hann alltaf hefur svolítið sem er svona virðist vera kjarnin í stefnu Flokks fólksins þessi að berast fyrir bættum kjörum öryrkja standa með smesta bróð Jesú og vinna gegn fátækt og sem er bara klassískt vinstrimálum. Og þar að leiðandi að þá sér maður þeir kjósundur sem kjósana, þeir eru vinstra með við hægri. En svo kemur náttúrulega flokkurinn stundum með eitthvað málflutning sem fellur ekki alveg á þetta vinstra hægra eða kannski hægra megin eða þannig að en við sjáum líka þannig að ef ég ætti að fara leika með eitthvað merki með það, að þá sjáum við svona íhaldssemi líka hjá Flokki fólksins. Þá er ekki íhaldssemi eins og hægri vinstri, heldur svona eða kannski eitthvað svona þjóðhyggjum mögulega svolítið. Svona persónulegum málum. Já, og líka þessi í raun og veru málflutningur að við þurfum að passa upp á velferðarkerfið fyrir þá sem að búa í þessu landi. Og við þurfum að vernda það fyrir okkur sem að búum hér. Það kemur stundum fram, en það er ekki ríkjandi í málflutningi þeirra. Nei. En ég held að það er ofta sem að maður hefur á tilfinninguna þess að segja þetta, þess að sagt beint. En þau eru oft með svona klassísk svona amerísk hægri mál eins og þau eru á móti þungunarofslögunum. Já, og það er eitthvað sem þau eru oft með afstöðu gagnvart útlendingu með Jóni Gunnarsson og félögum. Já, og það er eitthvað sem maður myndi ekki segja að sé vinstra hægri málum. Og það er hægt að kalla það, ef ásinn hana frjálslindi íhaldssemi eða frjálslindi stjórnlítið. Það er alltaf mjög trikki að setja merki með á þetta, en þetta er svona einmitt eitthvað svona
gildi sem að hérna til dæmis andstæðan við að hérna konur getur farið í þungunarof, ég man ekki alveg fram eitthvað, þú veist, það var verið að lengja tímabilið á eins að þeir þurftu að fá sérstakt leyfi að hérna það svona svolítið svona típist málefni sem sú afstaða svona það sem að maður myndi kalla svona íhaldssemi, eitthvað stjórnlyndi eða eitthvað áhersla á eitthvað fjölskyldugildi og hérna og fleira í þeim dór þess að þeir eiga ekki sameiginlegt með öðrum vinstirflokkum sem eru hérna í pólitík. En það að kjósendurnir séu svona vinstra megin við miðju en kannski forystan stundum slæsir til hægri í stefnunni að því að kosningarannsóknin er svo langt aftur í tíman, var þetta ekki að sömuleyti svona einkenni á framsóknarflokknum? Sérstaklega kannski í tímabili Halldórs Ásgrímssonar sem að færði flokki náttúrulega bara yfir í hægri flokk. En kjósendurnir voru ekki endilega hægri menn. Og svo náttúrulega kemur það að framsóknarflokkurinn klofnar í miðflokki sem að virkar á mann sem bara hardcore hægri flokkur. Á meðan að framsóknarflokkur sem eftir er einhvern veginn, það er eiginlega erfitt að sjá þess að flokka saminast aftur. Það er eins og hafi orðið svona einhverju klofningur bara á svona fylginu þeirra, hvað gerðist þarna eiginlega, hvaða jarðhræringar voru þetta? Sko flokkurinn hérna einmitt sem að eftirvarð eins og kallar hann einmitt, maður hefur séð hann einmitt færast núna einmitt í átt á svona að hérna miðju og er kannski svona miðjuflokkur og hérna og bara þessi áhersla á velferðarmálin og barnamálin og allt það þannig að er hann gildin sem að fóru útrónum ef maður getur orðað þannig það sem að hérna kannski miðflokkurinn stendur fyrir eru kannski sko ég myndi ekki kalla sko til dæmis þessi afstæða til innflytjanda eða afstæða til þungunarofsins eða afstæða til afglæpavæðingar fíknefna og fleira þeim dúr, ég myndi ekki kalla það svona vinstri hægri málefni en það er alveg rétt að við sjáum að flokka sem eru á hægri vagnum sem eru á móti afglæpavæðingu fíknefna, eru á móti þungunarofi, eru á móti hérna, samkynja hjónaböndum og fleira þeim dúr en hérna og eru síðan líka hægri sinna þegar kemur að hvernig á að reka samfélagið þannig að þessi málefni eins og með þungunarofi og samkynja hjónabönd eru ekki eitthvað svona klassísk hægri vinstri málefni hvernig við erum að reka hérna samfélagið þá er ég að tala um að reka samfélagi með hversu mikil afskipti ríkja og hafa atvinnulífinu og velferðarkerfið og svo framvegis en við sjáum þessa afstöðu til dæmis varðandi innflytjendur ekki og það sem ég vil taka fram hér er að þetta er ekki klassískt hægri málefni hægri vinstri málefni og við sjáum þennan málflutning hjá miðflokknum en ekki hjá Framsókn svo ég fari aftur í spurninguna sem við komast með og þú sér líka miðflokkinn gagnrýna ríkisstjórnina varðandi efnaðarstjórn og ríkisfjármál algjörlega frá hægri sko. Já Margleiði gæti Sigurður Andersen bara verið með þeim hann Já, algjörlega sko og þetta náttúrulega segir manni að það er, flokkarnir er ekkit bara okkur einum ás eða einni hérna, frá vinstri til hægri þeir geta líka verið frá frjálslyndi stjórnlyndi þjóðhyggja, alþjóðhyggja Er þetta einhverju svona hægri harðkjarni úr Framsóknarfylginu eða er þetta bara frá sjálfstjórnum? Það er nefnilega allavega í þessum gögnum sem að ég hef skoðað að þá verðast þeir vera að taka þeir taka frá Framsóknarflokknum og gerðu það sérstaklega þegar komið fram fyrst 2017 en þeir taka líka nokkuð mikið frá sjálfstæðisflokknum þar að segja ef það er hægt að tala um flokk með mann ekki 6-8 hann var fekk töluvert fylgi hann á 2017 ef maður rétt sko en þá er þeir að taka þeir voru fyrst og fremst að taka frá nokkur neginn til jafns frá Framsókn og sjálfstæðisflokknum Það kom einhverjum óvart sko, flokkurinn er þarna einhvers þar á dinglar þarna á milli. Herðu, en það við byrjuðum að tala um svona fjarrunda ríkisstjórninni og ríkisstjórnarflokkunum og það er svona breytingar sem hafa verið að það er mikið talað um VG, hvort að VG sé svona breytum eðli. Hvað er VG núna segja svona gamlir sósíalistar og skilja ekkert í þessu? Já. Og getur þú svarað því? Getur það verið að, ég held meira að segja að Katrín hafði sagt að þetta væri eiginlega svona framþróun í stjórnmálum að
að breyta kjósendur sínum einhvern veginn. Hún talaði um nýsköpun í stjórnmálum og annað slíkt, þannig að hún var svolítið svona opin fyrir því að flokkar getur þróast og farið eitthvað. Þá náttúrulega kannski sitja ykkur eftir og skilja ekki lengur hvað þetta er. Getið þið séð ykkur svona eðlisbreyting af VG? Já, það er þeirra stórt spurt sko. Hvernig það sem Ögmundur segir, hann segir að það vanti bæði vinstri og grænt í þetta sé hreyfingi framboð. Já, akkurat, hann greinilega ekki ánægður með sinn flokk og þessum myndir, ég veit ekki svona hvort hann er ennþá í flokknum. Ég held að sé í honum sko. Ég sko veit ekki hvað skal segja. Ef að ég sem sagt, það er náttúrulega ótrúlegt að horfa bara frá sko 2008 að þá er VG búin að vera ríkisstjórn núna þetta er 3. kjörtímabilið sem að þau eru ríkisstjórn og það er náttúrulega bara mikil breyting af því sem að áður var hvort það var VG eða Alþýðubandalagið að þannig að VG er núna búin að vera í 8 ári ríkisstjórn á síðustu frá hruni. Já, frá hruni 13 ár. Og það eru 14 ár og þeir eru búin að vera 9 ár. Já. Það er eiginlega bara ríkisstjórn Sigmundar Davíðs og Bjarnar Ben sem þau voru ekki ríkisstjórn. Já. Þetta er stórmerkilegt. Og hvort að það hafi gert sko flokkin í raun og veru meira hluta af kerfinu eða establishment eins og maður kallar það. Sem er nú ekki alveg í eðli Alþýðubandalagsins og þessar flokka, þetta eru gagnrýnendur kerfisins. Nei, það er líka kannski auðveldar að vera gagnrýnin og róttækur þegar þú ert ekki í ríkisstjórn. Og það er eitt af því sem að þau sem ég heyriði stundum ýja að í raun og veru þegar þau eru svolítið svona verja sig. En það sem sagt þannig að flokkurum var svo lengi ef við hugsum bara um VG var svo lengi í stjórnarandstöðu og þá var hún róttæk og gagnrýnin en svo hafa þau bara bara verið í þeirri stöðu að þurft að stýra landinu og fólk misánægt en eitt af það sem að mér fannst sko þegar þau komu inn í ríkisstjórn 2017 að því þetta er vinstrihreyfingin grænt framboð að þá fannst mér þau vera með svolítið sterkan leik í því að leggja áherslu á umhverfismálina þegar ég hafði alltaf svolítið saknað þessi gegnum tíðina þetta var alltaf umhverfisflokkur en einhvern veginn fannst mér fara lítið fyrir þeirri stefnu í þeirra starfi þangað til að þau fóru ríkisstjórn 2017 en svo einhvern veginn er eins og það við horfum svolítið aftur ég finna það svona Þannig að bæði vinstri og grænið farið við svo Já, mögulega En það verður bara áhugavert að sjá bara hvernig þau ætla að spila úr þessu og ef maður fyrir að velta fyrir sér sko næstu kosningum er sem og það lítur út fyrir að þessi ríkisstjórn mun ekki halda að þá hvernig ætla þau að fara í kosningabarátuna ætla þau að fara þau geta ekki gagnrýnt það sem ríkisstjórn hefur verið að gera geta og þá er ég að tala um alla flokkana í ríkisstjórn ef við tökum bara VG sem dæmi að það er nú frekar ótrúverðt sko ef að þeir færu að gagnrýna þá það sem að sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir eða framsókn eftir að hafa starfað með þeim í kannski 8 ár. Það verður svolítið trikki. Ég held þetta, ég meina maður á ekki að spáninu í stjórnmálum sko. En Ég sá í ræðinu hans Bjarna á landsfundinu, þá sá maður svona að hann væri að hugsa þetta. Manstu þegar hann sagði eitthvað að í næstu kosningum þá myndi hann boða sko stórkostlegar skattalækkanir. Það var svona eins og væri eitthvað hugmyndum að þá myndi hann geta bara byrst og sagt að þetta er það sem við höfum alltaf vilja gera, gátum ekki gert það þegar við vorum með þessa flokka. En nú bjóðum við bara upp á þannig að það er möguleiki að bara allt í einu byrtast sem svona frummyndin af sjálfum sér. Einhverja svona bæningar. En við sáum að því út að rekja ríkisstjórnum eftir hrun og svo eru búin að vera í ríkisstjórnum núna í 5 ár og rúm. Það gekk náttúrulega á í þingflokkunum, það bara hrundu af þeim sko, ég man ekki hvað það voru 5 þingmenn fyrra skiptið, 2 á síðasta kjörtímabili. Það hefur gengið mikið á. Sérðu eitthvað svona í fylginu? Bara það minnkar, það bara skreppur saman. Og bara héðan þaðan, það er ekki að merkja að lágstéttafylgi sé farið. Ég hef bara ekki skoðað Kallanir svo farnir. Það er bara eitthvað sem maður þarf bara að skoða. Þess að gera dísilbílfarnir. Já, akkurat.
VG og náttúrulega vinstriflokkarnir hafa á tíðum oftast verið aðeins vinsælli með að kvenna heldur kalla en það er reynda sárlítill munur. Það stundu síðan í könnunum hjá VG, það sé svolítið mikil munur, allt upp í ég sá í einni könnun var 80% en ég held að þetta er svo lítið það ég myndi aldrei draga ánættina því. Með konur og kalla, já. En það er reyndar eitt sem er reyndar mikilvægt í sambandi í þann punkt leið og maður setur inn ef maður að skoða fylgið og skoðar konur eru líklega til þess að kjósa til vinstar heldur kallar en leið og maður fyrir að skoða svona aðra þætti bara eins og félagslega efnahagslega stöðu eða afstöðu til velferðarkerfis og svo framvegis að þá þurrkast þessi kynjamunur út sem að þýðir bendi til þess að konur eru kannski oftar í félagslegri og efnahagslegri lakari stöðu. Þess vegna kjósa til vinstri. Ekki að þau eru konur, heldur að þau eru fátækar. Já. Herðu Eva, frábært að fá þig hingað til þess að spjalla flokkana og ríkisstjórnina. Við erum alltaf að tala pólitík við rauðaborðið en við tölum að lítið flokkana hérna. Við erum alltaf að tala bara verkalýðspólitík og alls konar pólitík, heilbrigðismálum og húsnæðismálum og öllum. Þannig að mjög frískandi og skemmtilegt að fá að ræða þessum flokkana. Já, bara gaman að koma. Takk fyrir mig. Takk fyrir komuna.